Núna. Og komið sæl. Gestur okkar í kvöld miklar áhyggjur af fiskunum sé að hverfa úr hafinu og ekki nóg með það. Hann hefur áhyggjur líka af kafbátum sem að hafa sokkið Íslandsstrendur og ekki nóg með það. Hann hefur líka verið dæmdur í fangelsi fyrir að raskjalla lögfræðing sem var að rukka hann. Það er draumur margra en gestur okkar í kvöld, Garðar Björgvinsson, hefur látið drauminn rætast. Fyrir nautan hann er í daglegu sambandi við Greenpeace en það kemur í ljós eftir þetta. Garðar, áður en við erum að tala hérna fiskinn sem er að hverfa úr sjónum. Og kafbátana sem eru að byrja að leka, skils mér. Þeir eru ekki byrjað að leka kannski, maður veit ekki það. Greenpeace segir það, þú talar að tala við Greenpeace. Já, þeir segja það og þeir fara að leka. En áður við byrjum að tala það. Sko, ég trúi ekki því sem að mér er sagt að þú hefur raskjelt lögfræðing sem var eitthvað að abbast upp að þig. Jú, ég gerði það. Gerður það? Já. Hvernig vorst það því? Ég bara flög borðið hjá honum og tífti hann upp á stólnum og setti hausinn á mig klóðað á mér og herti að og reif niður með bursna og hýtti hann bara. Nú. Einfalt mál. Og hvað sagði hann? Og hvað sagði hann? Hann alltaf sagði ekki neitt með hann var í klóðin á mér. Nei. Og slóst hann oft á rassinn? Já, nokkuð oft. Bara eins og maður sér í teiknumyndum? Já, ég klóraði svolítið svona í leiðinni, svona að gera blóðgarnæs. Nú. Ég var bara að kenna mannasiði. En hvernig var það þessu vegna þess að hann var að ábasta guðbæður? Nei, sko, hann var að rukka mig og þarna reikning sem ég skuldaði var alls ekki, sko. Og það var búið að búa til kostnaðaráætlun og samning, við viljum ekki nefna fyrirtæki. Og þannig að til náð 4 ríkissjóði. Já, með svindla. Já. En ég vildi ekki gera það, ég vissi að það vantaði víða fér, bara heilbrigðiskerfi og víða eins og vantar enn. Svoleiðis að ég ákvað bara að kenna hann á mannasiði. Og raskjaldina. Já. Hélt ég myndi fá fálkórlana frekar heldur en fangelsdóm. Já, en þú varst dæmdur fyrir þetta? Já, 3 mánaða fangelsi. Já, já. Skammaðist það sín ekki, lögfræðingurinn? Ætlaði kunna skamma sín. Margir aðeins, sko, þetta er margir góðu menn í lögfræðingastétt. Frálegt að dæma allir til þessu manni. Men þessu var ekki góður? Nei, þetta er vondur maður. En hann hefur kannski sennilega batnað. Batnað við þetta? Já, ég byrstu því. Og þú varst 3 mánuði fangelsi fyrir þetta? Nei, 40 daga. En ef við komum aftur að hinnu sem við ætlaðum reynda að tala sko, og þú ert alltaf í sambandi við Greenpeace? Ég ekki alltaf, ég er í sambandi við þá og þarna var að tala við forstjóra núna fyrir svona mánuði og segi henni frá það sem ég álut að sé að grálústofn er hruninn og þorskur er í útrýmingahættu. Hvernig þetta er það? Ég veit það. Fiskifræðingarnir segja það ekki? Þetta er ekki útrýmingahættu? Sko, við eigum einn góðan fiskifræðing sem er sjálfmenntaður. Nú, hver er það? Hann heitir Sveinbjörn Jónsson og heima á Suðureyri. Já, við Súgandafjörð? Já. Og veit hann meir en hinnir? Miklu meir. Og hvað segir hann? Hittir hann alveg það margir góðu menn í Haraldsson-stofnun eins og Jakob Jakobsson og fleiri. En hann bara veit miklu meira. En þú nú trillukall og veist mjög mislegt. Já, á minni reynslu. Ég er búin að vera svona af og til að draga fiskursjóði í 52 ár. Og ég veit allir mis að á Rauðurhöfn í gamlandaga þegar ég var að róa svona, þá var erfitt að ná í matfisk sem hann kallaði að vera. Fisk sem var svona hæfilega góð til að borða hann. Þetta var allt svo stórt. Þá var krókurinn 6 cm í þverból. Og þá var sakkan þannig að það blísakka með teini í gegnum sig, bara 2 rönglar á. Og eins og ég segi, það var erfitt að ná í nógu passlega fisk til að borða. Svona fisk. En nú er þetta bara, sko, maður getur verið á sjó allan daginn að þess að fá nokkuð skapaðan hlut. Skapaðan hlut? Já, það er ekki gott að hafa kannski 200 kíló. En þeir segja þér þarna hjá Greenpeace að þeir alltaf var að beita sér gegn þorskum. Já, sko, þetta ég má ekki segja, sko, það er trúnaðarmál. Já, þeir sögðu þetta við. Ég veit að það er verið að þróa hljóðtækni, það er verið að þróa hátækni. Ég veit að það verið einhver togur á miðanum eftir 12 ár. Nú? Þeir verið útrýmt bara, þeir verið bara sko, það verður bara bent og þannig tæknum til að ná við fiskjunum á þennan hátt á þess að skjama botninn og þá stendur við mondum á listingar með alla þessu stóru tóra dýru. Býtu, og hver ætlar að sökkva þeim? Það var ekki sökkva, en bara taka það umfyrir og brenna það bara niður í broti. Og hver ætlar að gera það? Já, það verður bara þeir að gera sem eiga þá. Já, en Greenpeace ætlar að gera eitthvað í þessu, það ekki? En sko, ég má ekki segja mikið, sko. Nei, en bara lítið svona í trúna. Ég veit hvað það er að gera, það er verið að vinna því að náttúruverndarmálum út allan heim, ekki einhverju Greenpeace.
og þetta bara þetta eru bara skaföld þetta eru trollin orðin 50 tonn eigin þyngd og glóriutroll svo stórt að það komast 12 Boeing 707 þotur með flugmillibili inn í opið Já. Svo stórt? Já. Þannig að þetta þetta bara alveg nóg. Já. Og verður að linna? Já, það verður undir þetta öðruvísi. Hitt hann að mála það svo gott að geta tekið fiskina og tækla hann átt en þetta næri engri átt að gera þetta svona eins og fyrir að gera þetta. Þú líka miklar á að gera kafbátum sem eru á það er meira það ég bara ef við lítum bara til framtíðarinnar hvernig verður hún það er DDT það er PS hvað heitir náttúr PCB mengun og það er kvikmyndsölur og hann er komið það mikið í svartuglina hann er bara ég myndi ekki vilja borða hann En hvað með þess að kafbáta? Þeir fara að leka hún segir það, Gabriela að þeir fara að leka Gabriela er hver? Gabriela Logamann sem er forstjóri Greenpeace hún er í Hollandi Og það er hún sem átt að tala sér og það er hún sem ætlar að stöðva þorskveiðar Íslendinga Nei, hún ætlar að skýrsa ekki innanríkismálum en hún þetta fólk vinnur þannig saman að Unilever þeir munu stoppa kaup á fiski sem veiddur í troll það er þegar að fara að merkja umbúðirnar hvað er trollfiskur og þarna hérna þessi ábending til utanríkisráðherra og umhverfismálaráðherra og skýrsla yfir þessi greinreikir þetta minna bara stubur hérna og síðan bara upptalning á bátunum hverja líka nákvæmlega, þau eru 6 6 bátar hérna? Já, ekki kringum Ísland, út allan heim sá eitræsti norðan við okkur við þarna hérna norðan við skal ég segja Bjarnarey og hann er hættulegur? Hann er hættulegastur Já, mest í honum og hérna, hvenær verður hann að leka? Já, það eru svona það er áætlað, þetta er svona 4-5 ár Og hvað gerist þá? Þá verður sjórinn geisla mengaður bara Og allt ónýtt? Já, það er sjálfsögðu Og vita ráðamenn ekki þetta? Jú, þeir bara með ekki ræðu, þeir eru svo harðir bara að ná auðlindir frá fólkinu Já Þeir með ekki vera að hugsa staðreyndir lífsins, yfirleitt Þannig eftir 12 ár verður ekki neinir togarar hérna? Nei, einhver togarar bara til Og hvað þá að gera? Fiskurinn verður tekið hann á annan hátt ég vil kannski bara soginu hann verður laðar að bara með hljóðtækni og svo er hann bara svo fyrir bara að suga niður og hann kemur lifandi borði í þarna tangstýp verður fluttur lifandi landi bara ríksugaður? Já, þetta verður tekið bara hæfilega og stillir bara ríksugan á það sem maður veit fá en ég er ekki að segja þetta verður endilega svona það er verið að þróa eitthvað sem kemur staðin fyrir að skarka svona botninum hugsaður ef að væri nú risastór flugvél sem hefði aftur þess að draga 50 tonna troll yfir Reykjavíkurborg hvernig myndi það líta út og eftir hver myndi vilja búa Reykjavík upp á þetta verður alltaf að koma yfir borgina og er trollið svona stórt? Þetta er svona stórt, já bara troll hér er 7 tonn Já, það myndi sjá hérna á Miklubrautinni Ég hugsa það fiskurinn er bara stjafna þetta er lífríki við erum að umgangslífríkinu ekki einhvern ruslahaug þetta er nú það sem er Já, í stuttumáli sagt Já En fyrir utan að hafa raskelt lögfræðing sem að mér þykir nú mjög merkilegt Það er ekki merkilegt Já, mér finnst það mjög merkilegt Málið er það að ég var alveg fyrir það að stela ekki og ljúga ekki og leggja aldrei hendur á konur en ég mætti vinkið kall með eftir þörfum ég hef gert þetta og þarna fannst mér og ég fæliði mislíkar og skrifstu út í bæ á raskjalliru Já, vegna þess að skiluðu þetta er svo lúfalega gert að reka mút á skrifstuna þegar var búið að halda fund og samþykja það að hann myndi ræða það að greiða þess að penna tilbaka sem hann búið að náða mér og að reka mig svo út þá bara þoldi ekki meira ég flög bara yfir borð og tók hann Þú rótaði líka einu sinni heila skipsöfn Já, við skulum ekki tala gamla daga það er svo ótrúlega sögur frá Raufarhöfn í gamla daga við skulum ekki tala það En þú er slagsmálundur? Nei Ég bara alls ekki, ég er ekki að ráðast að fólk á þessu ekki Nei En málið það að þegar ég var með bílaverkstæði í Hveragerði til dæmis þá átti að stoppa maður vegna þess að ég var ekki með réttindi þá kom maður frá bílaverkstæði Íslands til þess að spila hver ekki verkstæði og ég tók hann bara hentunum út á lóð og sagði hann að ef þú kemur hingar eftir þá verður þess sem að tala við ég sá þess menn aldrei meira fekk frið, nú verður þetta stórveldi En varstu með byrjaðveistað án að vera byrjaðverki? Já Það er bannað Já, ég fer ekki eftir lögum sem brjótu upp á minni siðferðiskennd
af því að byggir allt á henni. Hvar fekk Henry Ford réttindi til að gera bíla, hann smíðaði bíla. Já, hann var ekki bifreiðarki. Nei, sko, ég meina, hann bjó til Ford. Ég meina, þetta er bara bull. Ef menn vinna sitt verk vel, ég er ekki að tala læknisstörf, sko, þeir þurfa, en sko, ef menn vinna sitt verk vel, þá bara búið, sko, það þarf ekkert meira. Ef menn standa sig og vinna samsala og gera hlutir rétt, það skiptir einhver máli, sko, með svona. Þetta er bara til að halda góðum mönnum niðri sem kannski ekki, ég hef ekki efnað að læra þeir ungur. Og ég ætla ekki að, sko, þegar ég var fluttur í Hveragerði frá Raufarhöfn með mína fjölskyldu og ef ég hefði látt þessi menn flæði með burtu, hvað ætti ég að gera? Ég var bara að berjast fyrir mínu lífi. Lærður það ekki neitt? Nei, læri aldrei neitt. Ég læri það bróðum mínum gangvélarinn og suð og allt svoleiðis. Ég þurfti ekkert annað. En það er náttúrulega rosalegt ef að togaraflótin verður lagður af innan 12 ára. Togaraflótin, sko þetta er það sem ég og fiskurinn farið, kafbátarnir fara að leka, en segðu mig núna. Ég er með fullt af blöðum, ég er alltaf að vara stjórnvald við, það er ekkert hlustað á mig. Og sko ég meina sko, jú, það er reyndar hlustað á mig. Það er hlustað á þig núna? Ég er reyndar hlustað á mig, jú. Til dæmis, ég hendi hérna einn grein á miðvikudaginn 30. Hún kom daginn eftir í Alþýðublaðinu og hún heitir Atvinnufrelsi mannréttindi, vegna þess að ég er á móti því að það er verið að leggja 300 báta, smábáta, þar með verið að eyðileggja vinnu fyrir 2000 manns. Sama tíma verður reyna að fá einn álver í landið og magnesíumverksmiðju og sem skal hafa færri mannu vinnu. Af hverju láta þessi menn bara í friði? Þeir eru bara að veiða færi sitt, þeir eru ekki skemma neitt. Þeir eru í sáttu við náttúruverndarsamtök og sko bara LJU á hús fiskinn í sjónum. Og það þarf bara að fara að setja merkja fiskinn svo maður þessi ekki taka fisk frá þeim. Já, það má ekki taka fisk frá þeim, þú veist. Nei, alls ekki, sko. Þeir fara bara á hausinn þá. Já, ég var bara bátt. Já, auðmikið. Hins vegar, Garðar. Sko hugsaðu til þess, heilbrigðiskerfið er hrunnið. Eða má segja, það er verið að leita þar einhverjum sökudólgum. En á sama tíma fluttir peninga bara, má segja bara í gáma til þess að kaupa fælit fyrirtæki út í heimi. Nú eins og hvað? Já, bara fisk, tógara og svona eins og veist hvað það er að gera í Þýskalandi og Bretlandi og Noregi, það er að kaupa þar eitthvað svoleiðis dutt. En það var eiginlega það sem ég ætlaði að spyrja um að þetta er náttúrulega rosalegt sko að fiskurinn sé að fara, tógararnir lagðir af, kafbátarnir fara að leka, lögfræðingar raskjeldir, en segðu mér, hvað er það rosalegast að svo lendi í? Hvað sér þau? Hvað er það rosalegast að þú hefur lendi í? Það er rosalegast æfina. Þegar ég var að fara frá Raufarhöfn í febrúar 1983 og lendi á einna bátnum, sko fólkanum, og lendi í því að frendi mér sagði, séru hvað er þetta kringur túnlið, ég veit að það var kvöldlegi. Hvað er það? Það er rosabögur, veistu það? Jú, hvað það fyrir? Ég slepsaði. Svo fekk ég á mig veður í Axarflóðunum og stóð þarna, hélt ég mér náttúrulega myndi ekki aldrei komast að landi, sko. Svo fór ég til Húsavíkur og ég var 8 tíma frá Mánári að minna Húsavík. Sem er venjulega hvað löng leið? Ég segi ég svona hálftími kannski var. Og það var ekki málning að tökla bátnum, sko, hann var eins og sandblássun á framann. En þú lifandi? Þarna er ég búin að standa og ég gæti ekki segast niður vegna þess að þá hafði báturinn lammi sundur. Nú? Já. Ef þú settist? Já, höggið var svo mikið, sko, hann hefði bara brotið á mér aftur undan. Já. Og þarna ég komst að bryggjunni, þetta var á bílan 12 vinst og þeir ætlaði allir ekki að bundi með að kalla þess að koma til að hjálpa mér að binda. Verið var svo mikið, Þetta er að næsta sem ég komist í að fara yfir sko svona í vinnu minni. Já, en þú stóðst þetta að þér? Já, ég gerði það. Segðu mér endilega vegna þess að... Var mér svolítið 33, ég var fjadrað þarna við stýrið bara allan tíma. Alveg frá Axarfirði. En það var líka rosalegt, þú rótaðir þarna heila skipsjárn. Nei, tennurnar flugur þeim að börnin, þetta var í júlí, börnin á Raufarhöfn héldu að vera komin jól. Hvenær? Þegar tennurnar flugur. Nei, sko, þú ætti frekar að sjá mig Glæsibæði 86. Nú, hvernig var það? Þá voru rétt í einu svoleiðis gott á kjaftin að hann flög 2 borð og 400 komum til að hristu upp borð á stellið og ís til þess að kælan til þess að reyna að láta hann lifna við. Glæsibæði? Já, hann var skriðis það lág í 15 mínútur, ég held að vera döð, ég var hræddur þá. Já, það myndi taka þig þá? Ég held ég hefði bara dreipað, sko.
Þetta má ekki tala þetta ljótt, sko, sér við. Málið það að... En á Raufarhöfn þá varst í kúrikastífilum og tókst þá fyrst 2... Já, þetta var náttúrulega, þú ert að sjá sum aðra, þú ert að sjá mann sem er kallaði Tóki Fí og Jón Guðmundar sem kallaði sem lesa, ég var bara barn hjá þeim. Og hvernig voru þeir? Þetta var bara heljarmenni, sko. Já, blessa. Þetta, ég er bara barn hjá þeim. Já. En þú vilt ekki segja mig hvernig þetta var á Raufarhöfn þegar tönnunum snjóaði í júlí? Nei, ég var bara að hjálpa dyraverði og hvað? Og vinkaði nokkra menn sem bara með góða margi og bara heppin, sko. Þetta er bara heppni. Var skipsöfn? Já, þetta er bara smátturi. Já. En ég hef náttúrulega lendið miklu verra heldur en það. Nú eins og hvað? Ég hef nú lendið því að ég var nú að rukka mann sem átt að borga konu minni fyrir bók sem hann var að skrifa, hann seldi hana. Og þegar ég kom og hann vildi ekki borga þessa bók, þegar ég kom við stiga, þá komu 2 menn með rörbúta undan tröppunum og reyðist ámællan á penningunum að mér rætt og ég var náttúrulega snöggur að afgreiða þá það er bara lífið það þetta var í húsagarði og ég landi á að báða niður og hendur þessu yfir girðingu og fara að lappa. Já. Þú talaði alltaf eins og Munkhausen. Eins og hver? Munkhausen? Já, hver er það? Mástu ekki Munkhausen barón? Nei, maður ekki getur honum, ég hef aldrei hitt hann fyrir. Nei, þú er aldrei hitt hann? Nei, hann er líklega gaman að sjá ykkur eigast við reyndar. En hins vegar ertu komin á 70 aldur og þú ert eins og barn í framann. Hver er galdurinn við? Þú ert að sjá mig þegar ég var 17-18 ára. Þá var ég myndilega maður og hafði mikið í stelpunar að gera. Var það ekki? Jú, en nú er ég bara kallt í öfullorðin. En hver er galdurinn? Galdurinn? Bara að vera kátur og glaður og vera ekkert að lífa sér, vinna nógu mikið og éta nógu mikið og bara sko líta lífið sér leiksvið eins og ég geri. Ég setti mig það strax yfir ungu maður að líta á lífið sem leiksvið og sá sem gerir það, sko, hann kemst best út úr lífinu. Þetta verður bara léttur og er ekki að vera áhyggjur á morgundeginum. Líta bara fugla himinsins. Já, og vera einn af þeim. Já, þannig, sko. Notar ekki fegrunarlífið eða neitt? Nei, bara nývikrum. Nývikrum? Notar það alltaf? Hverju mótni? Já, og gefur það svona góða raun? Ég veit það ekki, kannski lýsið. En trúnaðarmálið, lýsið líka, en trúnaðarmálið þú ert að tala við forstjóra Greenpeace út í Hollandi. Já. Að hvaða, segðu okkur eitt leyndamál sem þú mátt helst ekki segja, sem að skipta sköpum fyrir íslensku þjóðina. Já. Til dæmis hvað, hefur hún sagt þér? Já, hún hefur bara sagt mér það að þarna Grænfjörðingar að vinna að náttúruvernd almennt og þetta þeir eru mjög hrifnir af línunni sem lóðréttulínunni sem er verið að þróa og sem veiðin eru 6.000 metrar, sko. Og þeir eru hrifnir af öllu sem heitir bara að ganga vel auðlindina og sko einfalt mál. En heldur þetta sé ekki öfgamenn? Nei, sko Grænfjörðingar fengu illt orða sig tíma þarna þegar þú veist að saman um Karlamálið, sko, þeir eru reknar á með fjármagnir frá fólki sem heimtar að sé gert sem að þeir vilja kannski gera. En þetta nú farið að breytast. Það nú farið að upplýsa á meira, sko, þetta eru góð samtök og Artur vinnur með Bóasson hann á móti þeim. Artur er djöfull góður maður, svo við snúum inn á því. Hann er skal ég segja þér herfóringi mikill og ég nú verið svolítið að brýna, stundum hefur hann haldið að ég verið að reyna að kljúfa landslands mátegundir, það er bara vitleys, ég reyna að brýna Artur, hann er rosalega fínn, mikill fóringi og Örn líka, til góður strákar og þeir eru bara að vera harðari. Sko, þegar fundur var við Alþingistinnar Garðar, við komumst ekki lengra. Nei. Við vorum að fara. Þetta var Garðar Björgvinsson sem er í daglegu sambandi við Greenpeace eins og hann sagði okkur hér áðan. En á morgun, maðurinn sem má ekki kæmta frá.